í 60 ár. Komið sæl, í dag hefur verið lægð að nálgast landið úr suðri og kom hún upp að austanverðu landinu og það fór að rigna og hvessa austanvert landið en vestan til var þurrt og bjart lengst af. Og á hádegi í dag þá má sjá þessa lægð hér suður af landinu, önnur lægðir hér lengra suður og lægðir hér við Grænland einnig og þróunin á þessu er sú að lægðin kemur hér inn að austanverðu landinu í nótt og fer svo vestur með Norðurlandi og eyðist smám saman á morgun og á miðvikudag kemur svo næsta lægð upp að landinu hér úr suðvestri. Og á hitasviðinu þá má sjá að það er tiltölulega milt loft yfir landin okkar en hiti fór þó niður í 2 stig á Staðarhóli í Aðaldal síðastliðna nótt en hæst komst hitin í 17 stig bæði á Bíldudal og Eyrarbakka í dag og komst hitin í Reykjavík upp í 16 stig tíma. Og þróunin á þessu næsta sólarhringinn er svo að það fylgir áfram milt loft þessum lægðum en það kemur eilítið svalara loft inn að norðvestanverðu landinu tíma á morgun en svo hlýnar aftur á miðvikudaginn með næstu lægð. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu í kvöld þá er í gildi gul viðvörun út af vindi hér á suðaustanverðu landinu og er þó fyrst og fremst út af vindhviðum nærri Öræfajökli og er hún í gildi til klukkan 21 í kvöld en það verður víða rigning á landinu í nótt og talsverð rigning hér tíma á Austurlandi og svo í fyrramálið verður farið að draga verulega úr úrkomunni bæði sunnan og austan til á landinu. En staðan verður þetta á þessa leið klukkan 8 í fyrramálið, þá verður lægðin hér yfir norðaustanverðu landinu, norðlæg eða breytileg átt hjá okkur og vindhraði svona 3 til 8 metrar á sekúndu. Rigning eða súld víða land en skýja með köflum og nokkuð úrkomu lítið hér á suður og austurhluta landsins þetta leyti dags á morgun. Og svo ef við skoðum þá þróunina áfram þegar líður á morgundaginn þá fer lægðin hér vestur með Norðurlandi þannig að vindátt snýst í meiri vestanátt og úrkoman verður meiri hér sunnanvert landið og styttir smám saman upp norðan til. Og staðan er á þessa leið klukkan 18 á morgun, þá verður búið að létta til að mestu leyti á norður og norðausturhluta landsins en í staðinn verður rigning eða súld með köflum sunnanvert landið og einhver væta með köflum einnig vestan til á landinu. Og hitinn yfir hádaginn verður svona frá 10 og upp í 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Og svo á miðvikudag kemur næsta lægð upp að landinu og þá er reiknað með að verði austlæg eða breytileg átt hjá okkur og vætusamt mest allt sunnanvert landið en skýja með köflum og úrkomu lítið á norðausturhluta landsins þar sem verður einna hlýjast og einnig má gera ráð fyrir því að það verði einhver væta með köflum á vestanverðum landinu. Og fimmtudag er svo útlit fyrir að verði norðlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýjað að mestu leyti á öllu landinu og einhver væta með köflum, ýmist rigning eða skúrir og hitinn svona frá 10 og upp í 17 stig. Og svo á föstudag gera spá ráð fyrir því að það verði norðlæg átt með vætu á norður og norðausturhluta landsins og heldur svalara veðri en skýja með köflum og yfirleitt þurrt á suðvestur og suðurhluta landsins. Og þá má reikna með að verði hlýjast sunnan til. Og ef við lítum hér aðeins hvernig í öðrum löndum og Evrópu, þá er að sjá að það verður úrkomusamt á Bretlandseyjum frá lægðinni sem er hér við Færeyjar og einnig er reiknað með að verði víða skúraveður í Ölpunum og Ítalíu líkt og verið hefur í dag. Og eins er gert ráð fyrir því að það verði skýjað með köflum og einhverjir skúrir norðan til í Portúgal en annars staðar hiti og yfir 30 stig. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir sólríku veðri á morgun og hiti frá 20 og upp í 30 stig víðast hvar og í Norður Ameríku er reiknað með að verði víða skýjað með köflum eða úrkoma bæði í Klettafjöllunum og eins hér í vötnin Miklu og hjá okkur er útlit fyrir að verði breytileg átt á morgun, úrkomu samt víða í fyrramálið en léttir til norðaustanlands seinnipartinn. Verið sæl.